Kolefnisfótspor hversu mikið kolefni einhverjar aðgerðir sem við framkvæmum losar. Ég get skoðað kolefnisfótsporið mitt yfir heilan dag eða ferðalag til Evrópu eða ef ég fer yfir eina helgi í sumarbústað, þá losar bæði það að keyra bíl eða fljúga í flugvél, maturinn sem ég borða, allt sem ég geri, það er ákveðin kolefnislosun sem er þarna á bakvið. Bara með matinn, að búa hann til. Og allt þetta kolefni sem fer út í loftið, að það þarf að binda það aftur. Þannig ef ég ætla að jafna út kolefnisfótsporið mitt, þá þarf ég að planta trjám sem binda kolefnið. Og þannig get ég núllað út kolefnisfótsporið mitt, þannig að þessi aðgerð, alveg sama hvort hún var löng eða stutt, hún núllast út. Það eru aðilar sem að taka að sér að jafna kolefnisfótspor fyrir mann, þá borgar maður þeim bara pening og þau nota peningin til þess að til dæmis planta trjám, en það er ekkert eina leiðin til þess að binda kolefni.